Já, góðir áhorfendur, velkomin að Rauðaborðinu. Nú erum við út á sjó og við ætlum að ræða kjaramál, kjarabaráttu sjómanna sem að oft snýst mikið til fiskverð og hvernig það ákveðið. Og tilefnið náttúrulega uppreisnin á Berglín og hann hingað kominn aftur, hann var hjá okkur daginn, stýrimaðurinn Ingi Þór Hafdísarson. Hér líka annar áhafnarmeðlimur, Aðalsteinn Pálsson, sjómaður, og svo hér verkalýðsforysta Guðmundur Helgi Þórarinsson sem formaður VFM, sem velstjórafélag, og Heiðveig María Einarsdóttir sem eins og frægt var, reyndi að bjóða sig fram til forystu í Sjómannafélagi Íslands en tókst ekki. Og svo höfum við einn gamlan sjómann til að fletta upp í hvernig þetta var áður, Þórbergur Torfason, sem núna sestur í Helgan Stein á Hala í Suðursveit. Velkomin öll. Við langar að byrja á því að bara heyra fréttir dagsins og svona hvað hefur gerst síðan að við tölum saman síðast, Ingi Þór. Hvað að frétta af ykkar málum? Herðu, eins og staðan núna, þá allar búin að leiðrétta uppgjörið sem þeir vildu ekki gera síðast. Og staðan stendur þá á því að þeir hleypa okkur ekki á sjó fyrir að við erum búin að gera eitthvað tilboð lækkun sem enga forsendur fyrir. Og þannig að þetta það svolítið pastaða, sko. Og þeir vildu lækka verðið 30%, sagðirðu? Þeir byrjuðu að lækka einhliða 35%. Svo eftir að við stoppuðum veiðar, þá lækkuðu þeir niður í 28% hjá Sóli Sigurjóns og þeir sættust við það viku fyrir viku. Og þeir hafa reyndar ekki boðið okkur það hingað til að mér vitandi, en þeir töluðu við skipstjórann og við áttum að tala okkur saman eitthvað lækkun. Ég frá mínum bæjardyrum séð, ég get bara að tala fyrir sjálfa mig, þá ég bara ekki til í neina lækkun, en það hefur mér verið sýndir pappírar sem segja að það sé bara ekki tilefni til lækkunar. Bæði afurðaverðið erlendis hafi ekki verið að lækka eða tilefni til lækkunar? Hvorki afurðaverðið né útflutningur, þannig að ég bara kalla eftir að þeir sýna okkur eitthvað alvöru tölur og eitthvað pappíra sem benda til þess. En ekkert slíkt hefur gerst ennþá. Síðast þegar við tölum saman, þá var það, eins og ég skildi í frásögnina, að þeir hefðu ákveðið að lækka verð og raunverulega eins og afturvirkt. Og hafið þið fengið uppgjört eftir þá nýju verði eða gömlu verði? Fengum náttúrulega upphaflega uppgjört af verðinu sem þeir vildu borga. En svo var mismunurinn leiðréttur í dag af gildandi samning. Þannig að þetta strandar þá því bara að búa til nýja samninga. Þeir vilja greinilega ekki sætta sig við gildandi samning. En þeir hafa borgað ykkur eftir gamla samningnum núna? Já, það búið að leiðrétta það. Þannig það einhver árangur af ykkar aðgerðum? Já, eitthvað aðeins. Aðalsteinn, þú varst borð í Berlín. Já. Þetta svona eitthvað, heldur að vera að gera bíómynd úr þetta eins og uppreisnin á Bounty? Var þetta merkilegt að yrði til svona samstæða með sjómanna sem og þau færið í hart gagnvart útgerðinni? Ég get alveg sagt það að við vorum allir búin að ákveða það að segja nei við þess að mér hefur aldrei liðið jafn vel sem sjómaður. Það var mjög sérstök stemming borð og rosalega gott að vera sammála að segja nei við þessu. Það sem að maður hefur oft ekki gert það. Þannig að það svona ljóslið í þessu allavega. Þú ert að segja að sjómenn hafi oft þurft að kyngja mörgu og þarna hefði orðið svona léttir og þið verið pínlítið stoltar í baki eftir að tekja ákvörðun. Oft þessi bara þetta úrræði bara ekki inn í myndinni. Finnst manni rosalega oft, sko. Þú veist að þú getur sagt nei við þessu. Það náttúrulega þarf samstöðu til þess að verða úr því. Og hún var borð í Berglín í þennan dag og það var rosalega gott að menn voru sammála það. Það láta ekki svindla verðum. Tók langa tíma að taka ákvörðun? Nei, lá þetta svona í loftinu? Nei, þetta var bara voðalega skýrt, sko. Þú veist, það var í rauninni ekki úr mikla moða fyrir. Þú veist, það fer enginn og ætlar að ríða feitum hesti og fer síðan og ræði svo að rækju, sko.
Þannig að þú veist, þannig að það var í rauninni bara ekkert neinum bjóðandi að vera á þessum launum sem að voru, sko. Þú meinar að kjörin sem þið voruð á hafi verið svo veik að eins og stundum sagt hérna. Já, fyrir bara þessu samningurinn frá því fyrra, þú veist, hann var bara, þú veist, rétt dugði til þess að hafa, þú veist, svo fór maður á fiskitróli til þess að hala inn, sko, og reyna að safna eitthvað sjó, sko, og rækjuna í rauninni bara til þess að róa 2 vikur og í fríi 2 vikur og borgaði reikninga með hann. Þannig að þið höfðu enga tapar því að það var svo lélegi samningar sem að voru. Í rauninni ekki, sko. Þetta var í rauninni glórulaus aðgerð, sko. Að lækka verðið. Guðmundur Helgi, hérna, eins og þú hefur verið bent á í greinum og auglýsingum frá FM, þá fiskverðið raunverulega stærsta hagsmunamál sjómanna. Já, það fyrst og fremst það sem ræður kaupinu. Þó svo menn séu á ákveðnu kauptryggingu, þá það bara lágmarkslaun. Það myndi engin róa á því til lengdar. En fiskverðið fyrst og fremst það sem ræður laununum og kjörum sjómanna og það má eiginlega segja svona hefur verið dapur hvað við höfum ekki náð að standa nógu þétt saman sjómenn í þeirri baráttu og oft á tíðum lent í því að vera farnir að deila ykkur smáatriði eins og vettlingapör eða frítt fæði eða eitthvað svoleiðis og orkan farið í það. Þannig ég held að fiskverðið það það fyrst og fremst það sem að ræður og ég tek bara hatt mér núna ofan fyrir þessa stráka að þeir skyldu hafa farið þessa leið. Þetta þeirra rétta leið, þeir eru með samning sem í gildi þegar útgerðin tekur þá ákvörðun að lækka verðið einhliða. Þeir senda ekki einu sinni inn plagg til verðlagsstofu það, þeir láta ekki greiða atkvæði verðið, þeir vita það að þá að semja áður en að menn fara á sjó. Þeir koma með þetta eftir að þeir eru búin að róa í svolítinn tíma. Þannig að þeir hegða sér bara eins og útgerðarmenn gjarnan vilja gera. Ég á þetta, ég má þetta. Og hafa komið svolítið mikið upp með það ekki? Það ekki þannig? Að útgerðarmenn hafa eiginlega ákveðið verðið og þröngvaði upp á áhafnina? Sérstaklega sko á þessum fisktegundum sem ekki eru ákvarðar í verðlagsráði. Þar hafa menn komist upp með þetta og uppsjávarskipin alveg sérstaklega skeri augu með þetta þar því að það alveg ljóst að þeir eru að fá ykkur 40% lægra verð heldur en kollegar þeirra í Færeyjum og Noregi og það sem verður að ef að færeysk eða norski blanda á Íslandi þá fá þau líka 40% hærri verð heldur í Íslandi. Þannig að menn hafa komist svolítið upp með þetta. Uppsjávarskipin eru mest út á landi. Þar svona ákveðin hræðslu áróður hvað ætlar að gera og það að rífa kjaft og missi vinnuna. Þannig að menn eru svolítið í 8 fjötrum með það. Þá það þegar bara ekki önnur vinna í boði kannski að ef þú missi vinnuna, missi plássið þá bara ertu bara aðurlaus? Já, þú hefur allavega ekki gott skipspláss. Þú getur bara litið til Vestmannaeyja, þetta eru 2 stórar útgerðir þar. Þú fer í Fjarðabyggð þá þetta stór útgerð á Eskifirði, Fáskrúðsfirði, Norðfirði. Svo þú hleypur ekkert á milli þarna, sko. Þannig að þegar þú ert komin í þokkaleg pláss með þokkalega tekjur, þá lætur þú stundum yfir því ganga eitthvað sem að þú ert ósáttur með. En það verkjar til lengdar. Já. Heiðveig, María, þú lagðir áherslu á það þegar þú reyndir að bjóða þig fram til formanns í Sjómannafélagi Íslands. Þá lagður á að þyrfti svona efla baráttuandann og kjarabaráttunni á sjómönnum. Þú hefur verið glöð þegar þú sást til Berlínar. Já, vissulega, en sorgmætt á sama tíma að þurfa raunverulega að gera þetta. Og ég á þessum tíma fekk mörg skilaboð það bara hvað eru duglegir þeir verða atvinnulausir á morgun. Það bara alveg ljóst, sko, en samt að standa upp svona og mér fannst pínu vanta svolítið bæði frá sjómannafélögunum sjálfum og svo ég tala nú ekki sjómannasambandi og svo alþjóðasambandi af því ég veit að þessi strákar voru í mörgum félögum bæði innan heildarsamtakanna, þess sjómannasambandsins. Nú veit ég hvort það var eitthvað frá þér, Guðmundur, í VFM eða hvað, en þarna hefði þurft að ég hefði viljað sjá þessi samtök aðeins standa hrikalega hratt upp og segja bara, hingað og ekki lengra.
Af því að þetta er svo draftískt brot, þetta er svo klárt kjarasamningsbrot og ef þeir hefðu ekki gert þetta, hvað þá? Hefðu þeir fengið leiðréttinguna? Hefðu þeir fengið þetta? Og svo eitt sem mér finnst alveg gríðarlega athugavert í þessu og eins og Guðmundur Helgi segir réttilega þá eru laun sjómanna bundin í hlutaskiptakerfi sem ákvarðast af verði og þau eru ekki eins opinber á verðlagsstofuverð en það er annar kapítuli út af fyrir sig þessi verðlagsstofuverð. En hins vegar það einhverju hluta vegna þannig að stéttarfélögin fá ekki að koma að þessum samningum. Það er að segja, þeir þurfa sjálfir að taka þessa samninga. Og það er eitthvað sem mér finnst verulega athugavert við og ég held að það hefur verið þú Guðmundur Helgi einmitt að koma upp eitthvað mál með verð í Vestmannaeyjum og eitthvað slíkt að þið voru bara eitthvað að sparka í burtu. Það er að segja stéttarfélögunum fyrir það bara voga ykkur að skipta ykkur af því hvað verð var í gangi og hvernig samningarnir voru gerðir. Þannig að þá spyr maður sig, ok, þetta er kjarasamningurinn, launin ákvarðast á þessu og þar af leiðandi skatttekjur ríkissjóðs og svo við tökum það enn og aftur af því að mestu tekjur úr sjávarútvegi koma tekjuskatti sjómanna. Þannig að það er allra hagur í því að þetta sé rétt gert. Þannig að við viljum svolítið að kasta bara hans boltanum á því Guðmundur Helgi, er þetta ekki rétt hjá mér að þetta sé akkurat þannig og útgerðarmenn hafa einhvern veginn haldið þessu frá félögunum og svo aftur bara af hverju og af hverju er ekki búið að laga þetta? Það er góð spurning af hverju ekki búið að laga þetta. Hins vegar það þannig að Verðlagsstofa, hún safnar saman verðum og gerir það allt land og þar á meðal hjá uppsjávarskipunum. En þar ríkir ákveðin leyndarmál og trúnaður yfir verðunum. Og þegar við komum að þessu sem gerðist í Vestmannaeyjum þá komst ég að því að hásettarnir í Eyjum höfðu ekki hugmynd hvað þeir áttu að semja því að þeir vissu bara engin verð. Og við skulum segja að mér hafi orðið á að láta á hafa þau verð sem voru í gangi og ég fékk gula spjaldið fyrir það og var hótað brottrekstur úr þessu verðlagsráði. En gula spjaldið var látið duga til að byrja með. En ég vil nú samt út af þessum stéttarfélögin að í þessu máli að þá hafði, ég veit ekki hvort það var Ingi Þór eða einhver, hafði samband við félagsskipstjórnarmanna og þeir mega nú eiga það að þeir hafðu strax samband við okkur á þann 18. júní. Ég heyri þetta í fréttum og kemst í samband við vélstjóran þarna þeir eru á leiðinni í land 17. júní. Við eigum þarna vélstjóra og vildi svona vita hvað var í gangi. Og félögin sendu svo bréf í gegnum lögfræðing undirrita félagi skipstjórnarmanna og okkur hjá vélstjóra og málmtæknimönnum, Sjómannafélag Íslands, Verkalýðs- og Sjómannafélag Keflavíkur og Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur. Þar sem við fórum yfir reglurnar og sögðum mönnum að við myndum fylgja því fast eftir að þeir færu eftir kjarasamningum. Þannig að við höfum ekki verið mikið í fjölmiðlum út af þessu en við létum útgerðina að vita að við værum að fylgjast með og það ekki mjög alvarlega. Guðmundur, má ég spyrja þig í framhaldi af því sem að Heiðveig var að segja að nú svona vinnumarkaðurinn, honum haldið svona siðlegum þrátt fyrir mikið aflsmun þess sem að borga launin og síðan hvers verkamanns eða sjómanns annars vegar. Og það sem að gera það verkum að einstaklingurinn, hann þarf ekki að semja við sterka aðilann, heldur gerir félagið það. En það þannig að þegar kemur að samningum fiskverð, að þá það bara einstaklingurinn eða áhöfnin sem á að semja sjálf og hefur ekki raunverulega samtakamátt félagsins á bakvið sig? Já, það búið að banna okkur að koma því. Þetta á bara að semja beint á milli áhafnar og útgerðar. Hvenær var þessu breytt? Það áratugir síðan, 1,5 áratugur, eitthvað svoleiðis. Þegar menn fóru að tala að hver útgerð ætti að semja við sína menn, að þá var þetta tekið upp. Og í framhaldi af því Verðlagsstofa stofnuð til þess að halda utan svona því að maður veit það, þeir sömdu einu sinni á ári, maður heyrði það á sumum landsfjórðungum, Vestfirðirnir voru þekktir fyrir það, að þar kom bara útgerðarmaðurinn í fyrsta túr í janúar og sagði þeim hvað verði þetta vera út árið og þeir fengu aldrei neitt möguleika á neinum umræðum það. En nú komið farvegur í gegnum Verðlagsstofu að kæra þetta en það mjög
strangar reglur verðlagsstofu, hún á að taka mið af verði sem gerist í kringum menn, sko. Eða þú ert að svína á mönnum eitthvað á Flateyri, þá þarf að kíkja á verðið á Þingeyri og Ísafirði. Það ekki bara sömu verð allt í kring, sko. Það sem að verkafólk fær út úr verkalýðsfélaginu eða þegar það eru í deilu við þann sem að greiðir í launin og sér tryggir því sko framfærslu og afkomu, að þurfi ekki að vera að fara í hart við þann sem að réttiði launin. En í þessu tilfelli þá það áhöfnin sem ákveður að kæra útgerðina og annað slíkt. Það sem ég að meina hvort það sé ekki betra að hafa það eitthvað svona eins og þig, eitthvað kall fyrir sunnan sem að sér að kæra, í staðinn fyrir að áhöfnin þurfi að vera að horfast í augu við útgerðarmanninn sjálfan og til þess að fara í hart. Það náttúrulega sko alveg skelfilegt að allavega áður en að Verðlagsstofa kom inn í málið að þá hafður ekki eins og farveg til að vísa málinu. En nú hefur þann farveg. En það náttúrulega líka sko á almenna vinnumarkaði ef það farið illa með þig þá þarf þú að koma til verkalýðsfélagsins og það fer svo innheimtir á þínu nafn og þinni kennitölu. En núna verið að breyta lögum þannig að stéttarfélögum verið heimilt að fara inn í svona mál að eigin frumkvæði. Þannig að það sé minni hætta á að menn geti verið þvingaðir til einhver sem að þeir eru ósáttir við út af aðstæðum. Myndi það gilda þá sjómenn líka? Ég tel það algjörlega gilda sjómenn líka og við munum fara í það með haustun að innkalla sko fullt af launamiðum og fara yfir það á því að við höfum orðið varið við það að það er ýmislegt sem að útgerðir borga ekki. Við erum búin að vera aðeins að taka til í okkar kjarasamningum og það eru nokkur atriði sem að vélstjórnir hafa sem aðrir hafa ekki og það hefur alveg verið misbrestur og því hvort að menn að greiða það greiða ekki og svo þykjast menn bara ekki vita hvernig samningarnir eru. Þannig að þetta er eitthvað sem að verður að koma að stéttarfélögin hefur leyfi að kalla eftir svona hlutum eins og það bara að fá flókið uppgjör af fiskiskipi. Frystitogar er búin að vera lengi úti með vörur seldar bæði FOB og SIF og fara að reikna þetta út og koma skikja á að þetta sé örugglega rétt gert að það er ekkert allir sem að fara í gegnum það. Sko. Þannig að það þarf að vera þannig að stéttarfélögin getur fylgt þessu eftir. Já, ég er sammála því. Áður en ég hleypi Þórbergi að langar að spyrja þig, Ingi Þór, í tengslum við þetta sem var verið að ræða hérna áðan. Funduð þið fyrir stuðningi ykkar stéttarfélaga? Sko, ég fékk þetta mál svolítið í hendunar þegar við fengum útborgað sem er degi fyrir brottför. Og þá voru menn byrjar að ræða við stéttarfélög og kanna stöðuna hvernig allt lægi og svona. Og þegar ég á leiðinni norður á þriðjudaginn, þá er ég búinn að hafa samband og þá var einhvern veginn bara svona fylgjast með fílingur sko. Og það gerist eiginlega ekki neitt hjá þeim bara þegar þetta fór í fréttina og fór að skipta einhverju máli. Mér fannst þeir vera að draga þetta allt svolítið afturlegt formanninu í Sjómannasambandi Íslands. Og þú sérð að þetta kemur upp á mánudegi sem er samningsbrot, bara, skýrasta samningsbrot síðari ára í þessari stétt. Og það er ekki búið að senda blaðsnepil fyrir sko meira en viku seinna útgerðina. Og þú veist, sjómenn þurfa að hafa tekjur, við fáum enga tekjur bundið bryggju. Þannig að ef að verkalýðsforystan ætlar að láta taka sig alvarlega, þá þurfa að vera bara skilvirkari vinnubrögð og meiri hraði. Því þú veist, ein vika getur bara verið fullt af peningum. Þannig að ég get ekki sagt að ég getur hrósa verkalýðsforystan eitthvað fyrir þessi vinnubrögð, sko. Nei. Guðmundur, þú tekur því bara að þú getur staðið betur og þið. Já, ég tek við þessum skilaboðum. Við erum ekkert óvanir að vera skammaðir reglulega en ég tel samt að í þessu tilfelli að þá hafi allan að ég fréttið ekki af þessu fyrir í fjölmiðlum og eftir það fór ég að stað að fylgjast með þessu að eigin frumkvæði og þá eru þeir komnir eitthvað á stað skipstjórnarmennirnir og þeir kláruðu svo pappírsvinnuna en það hefði sjálfsagt mátt klára þetta 1-2 dögum fyrr en það sem skipta öllu máli að útgerðarmenn fái þau skilaboð að það er ekki í boði að þeir brjóti þessar reglur og þegar þetta hefur verið á hinn bóginn sem aðalega er nú í uppsjávargeiranum eins og við sagði áðan að sjómennirnir hafa kvartað á verðið þá er sagt að þá skuluð þið bara segja upp samningum.
Núna þá bara kom einhliða ákvörðun útgerðar og það á náttúrulega ekki verið boðið. En svo talar hann líka þetta verðlagsstofuverð, sko, þú veist, þetta mál aldrei að fara í verðlagsstofu, sko, útgerðin þetta ekki fá þetta í verðlagsstofu, þá fer þetta ekki til verðlagsstofu. Það ekki laust. Málin eiga að ganga þannig fyrir sig, samkvæmt kjarasamningnum, að nú eigið þið að fara að semja verð og ef þið náðu ekki samstöðu, og þá þessu vísað til verðlagsstofu. Ef að útgerðin... þú veist, það bara ekki, þú veist, þetta eina skipti sem að sjómenn að ná samstöðu undanfarin 25 ára eða eitthvað. Þú veist, og þeir ekki að vera að gera aftur. Ég held að bergni fara alveg örugglega á sjó, sko, þú veist, á lægri verðum. Þú veist, mönnum bara að fara að vanta auður og þú veist, það ekkert bolmagn í þetta. Þetta verður ekki sent til verðlagsstofu. Bara afkomu ofbeldi og ekkert annað. Já. En ef þetta kjaradeila, af hverju fáið þið ekki stuðning eitthvað verkfallsfélaga bara úr verkfallssjóði? Já, það nú skemmtilegt við þess og tökum bara dæmi með SFG í Grindavík. Þegar þeir stóðu í verkfallinu og allir sjóðir tæmdust hjá þeim til dæmis, þá skildi ASÍ og eftir hangandi gátu ekki borgað verkfallslaun sjómanna. Ég spyr nú bara hvar var ASÍ í þessu máli og hvað hefur ASÍ gert fyrir sjómenn undanfarið? Því það þarf bara að halda betur út um sjómenn til þess að fara að treysta einhverjum og sjá að þessi einhver með þeim í liði og einhver sem tala þeirra máli. En eitthvað af þessu félögum farið út úr ASÍ, það ekki, eins og Grindavík, það ekki komin út úr ASÍ? Jú, og Sjómannafélag Íslands hefur sagði sig líka úr sjómannasambandinu og þar af leiðandi alþýðusambandinu líka á sínum tíma. En það breytir því ekki að það undir Sjómannasamband Íslands eru hellingafélögum og hellingafélagsmönnum og heildarsamtök eins og alþýðusambandi og ég fekk nú heldur betur að heyra það í minni baráttu þarna við það bara að reyna að sækja minn einfalda lýðræðislega rétt og Ingi Þór var nú reynda með mér á lista þar að við vorum að reyna að bjóða fram. Við vorum ekkert eitthvað að tapa kosningu, við vorum að reyna að bjóða fram. Og við fengum ekki einu svona að bjóða fram nema að kæra stéttarfélagið okkar úr eigin vasa og greiða fyrir það. Rústuðum málun en setjum uppi með hellingskostnað og það var ekki lítið reynt að fá stuðning Alþýðusambandsins og Sjómannasambandsins á þessum tíma fyrir okkur bara sem heild og framboð og okkur sem sjómenn og það voru allir að vilja gerðir og skildu okkur allir og svona en það kom aldrei neitt draftist og þá var okkur tjá það að þarna skipti nú rosalega miklu máli fyrir okkur að ef við hefðum bara drullast til þess að velja eitthvað félag sem var undir heildarsamtökum sem og svo margir gerðu að þá fengir betri stuðning en samt finnst mér eins og ég segi það bara að skrifa, ég hefði viljað sjá allavega Alþýðusambandið taka miklu, ég hefði bara viljað sjá okkur, ég veit að á miðstjórnarfundur á miðvikudaginn í síðustu viku eða þessari viku og ég hefði bara viljað sjá miðstjórnarályktun sem hefði bara skipt máli fyrir þessa stráka. Af því að ég held að gera sér engin grein fyrir því hvað þetta þýðir fyrir þá, það sem þeir voru að gera og hversu mikið hugur ekki þarf til þess að gera þetta og eins og hann aðalstætt var að segja á þetta hefur ekki gerst í fjölda ára og sér að félögin ekki einu svona samstiga, þú veist og Guðmundur fréttir þetta í fjölmiðlum og skipstjórnarmennir byrjar að skrifa, sjómannasambandið byrja, þú veist, þetta eru 2500 manns. Það sé ekki hægt að krulla þessu öllu saman og koma sér í það að standa almennilega saman í eitt skipti fyrir öll. Ég bara skil það ekki. Þú ert að segja að forystan átti sig ekki á því hvað er mikilvægur atburður, að þarna myndist samstaða, eins og Áslaug segir í fyrsta skipti í 25 ár, að það er eitthvað sem að forystan ætti að stökkva á og styrkja. Stökkva og styrkja, taka þátt í og halda áfram með og bara henda skjaldborg utan þessa stráka að sko eins og ég segja enn og aftur sko, þú veist þetta það hafi staðið saman, það eitt, það hafi tekið ákvörðunina, það annað, að þeir hafi framkvæmt hana, það að þriðja og það fjórða líka, það er fasin sem er í núna, það að bugast ekki og eins og aðeins þetta var að segja á, mönnum fara að vanta auð, þú veist, ég vil bara sjá félögin bara tryggja það, þú veist, svo þeir geti staðið á sínu og samið meðlega verð, án þess að vera reknir, að þá geti fengið einhvers konar styrk. Ég meina, hvað gerir Vaffer hérna einhvern tímann, hvað var ekki, í Váer-málinu hana? Þú veist, þeir borguðu einhver laun og, þú veist, það er til fullt af leiðum, þessi sjóðir eru fullir af peningum, þú veist, standið í vörðum þessa stráka, finnið einhverja bévitans leiði gegnum þetta kerfis pappírspésadótt hana. Þannig að, og komið þessu lag. Það er sem ég vil segja um þetta. Herðu, hérna kjara
barátta sjómanna í dag að þá, eins og hefur komið fram hér, þetta tvístrað í mörg félög og sumir eru inn í ASÍ, aðrir eru fyrir utan það. Þetta tvístraður hópur sem hins vegar að glíma líklega við skipulagðasta hóp fyrirtækjaeigenda á Íslandi, stór útgerðina, sem hefur bæði gríðarlega auð, mjög öflug samtök til þess að verja sína hagsmuni, gríðarlegt tök á stjórnmálunum og í stjórnsýslunni og það sem bara hlustað inn í dómskerfið á þeirra rökum eignarrétt og eitthvað fleira. Þórbergur, þú fórst að sjó svona upp úr 1970 þegar það voru 12 mílur. Hvað þú horfir yfir sviðið, hefur kjarabarátta sjómanna, var hún alltaf svona tvístruð og erfið eða hefur hún versnað? Stéttabaráttan hún hefur versnað. Það var miklu meiri eining fyrst fyrir árum. Ég byrjaði 1971. Ég man nú eftir svona verkföllum skærum fyrir 1980 þar sem var miklu meiri samstaða. Það var meiri eining meðal allra stéttarfélaganna um borð í skipunum. Þetta voru skipstjóra, stýrimannafélög, vélstjórafélög og síðan sjómannafélögin sjálf, sem ásetjandi voru og matsveinarnir. Síðan þessi þróun verður þannig að viðsemjendurnir, þeir eru farnir að beita allt öðruvísi aðferðum. Þeir eru komin með lærða menn í stöðurnar, þar að segja sem taka á samningunum fyrir þá. Og þar náttúrulega við ramma reipa draga því að sjómenn og formenn stéttarfélagana, þeir hafa látið heldur mikið undan síga líka undanfarin ár. Og það bæði hræðsla við útgerðina eftir að kvótakerfið, þetta framsalið gerir það verkum að það verður svo mikil samþjöppun, það fækkar stöðum og það eru beinlínis hótanir að ef menn hafi sig ekki hæga þá bara gangi útgerðin á milli bols og höfuðs á þessum stéttarfélögum og menn bara þora hreinlega ekki í slaginn. Það allt of mikil hæfiska og kurteisi bara við þennan flokk útgerðarmanna. Þeir eru bara með dögglin og halgindar algjörlega. Og stuðningur frá stjórnvöldum hefur náttúrulega aldrei verið neinni sjómenn. Þetta hefur yfirleitt verið horft á þessa stétt sem bara þurfalinga og þræla. Heiðveig, þú í þinni gagnrýni þegar þú varst að reyna að bjóða þig fram, að þá bentur meðal annars á þetta sem að Þórbergur var að segja, að það bara meiri svona fagmennska hjá LÍÚ heldur en hjá félögunum. Félögin eru tvístruð og veik og hafa kannski ekki möguleika á því að mæta með eitthvað sett af hagfræðingum og lögfræðingum og svo kannski sérfræðingum í því að brjóta niður verkefnisfélög eins og eru svona grunnur að stórfyrirtækin í Íslandi séu byrjar að nota tækni frá Bandaríkjunum við að brjóta samstöðunum niður. Þú gagnrýndir þetta, styrkleikamunurinn væri meðal annars í þessu, bara í þekkingu og kunnáttu og svona skipulagi. Já, ég gerði það og að öllum þeim formönnum og þeim forystumönnum ólöstum að þá eins og Þórbergur var að segja, það er komin önnur tækni og það þarf bara að hlaupa á hana. Það er komið 2020, þetta eru flóknir samningar, þetta eru miklir peningar, 1-2% í greiðslu launa hjá þessum félögum er gríðarlega mikið og það er lendi gríðarlegt skatt, tekjuskattstap fyrir ríkið og svo framvegis og það þarf að mæta þessu bara á jafningja grundvelli og ég tel og eftir því sem ég hef orðið vitni á sérstaklega núna síðasta verkfall, sjómannaverkfall sem að einmitt eins og Guðmundur kom inn á áðan og við höfum margoft talað að það kom valla vettlingapar á kókópluspakki út í skiluru eftir allt þetta og vinnutapi, ég man ekki, það var einn kristóra sem að rekna út að hann væri, ég held 9 ár eða eitthvað vinna upp með þessum kjarabótum verkfalli sem að stóði í einhverja 6 vikur eða eitthvað slíkt. Þannig að ég held að það sé algjörlega
númer 1, 2 og 3, þannig að koma þessu félögum öllum saman til að byrja með. Og það þarf að hætta þessu smákongaleik og öllu þessu og ég var búin að margreikna út og við í framboðinu vorum búin að reikna út og við töldum bara vá ef við saminum nokkuð félög, við erum komið bara 2 lögfræðiskildi, 2 hagfræðiskildi og þetta með því að losa bara yfirbyggingun og allt þetta. Það var hugmyndafræðin sem við vildum ganga út frá. Þú veist, ég kann ekkert að reikna út einhverjar stórar hagfræðistefðir eða eitthvað slíkt eða taka einhverja lögfræðivinkla á einhverja félagsatrið, þú veist, og það það sem þau eru að gera. Þannig að ef maður skoða bara munin, ég man ekki, ég tók þetta einhvern tíma saman, ég held að þetta hafi verið 19-0 eða eitthvað, þú veist, eða 19-2 eitthvað, þú veist, þannig að þetta það sem við lögðum áherslu á og ég legg ennþá áherslu á og vil svo sannarlega sjá og það eru líka bara svo mörg ákvæði í þessum samningum sem að þarf allt of oft að láta reyna á fyrir dómstólum af því að þau eru svo óljós. Þau eru bara svo, það fatt allir meininguna bakvið en svo eru bara ekkert allir útgerðarmenn eða þannig, þú veist, ekkert allir útgerðarmenn á þeirri línu að meiningin sé svona. Þú veist, þetta er allt svo offrjálst túlkanlegt. Og yfirleitt alltaf sjómönnum í óhag. Þannig að þetta svona atriði sem það þarf að fara og taka betur á. Og Guðmundur veit það alveg og við höfum rætt þetta okkar á milli og ég held að hann sé allavega sammála mér. Guðmundur Helgi, þú hefur verið í baráttu um fiskverði sem náttúrulega langstærsta hagsmunamálið. En ég náttúrulega hef ekki fylgist ekki með öllu en svona sem leikmann út í bæ. Það finnst mér að þið eru að standa einir í þessari baráttu. Vanalega á svona smærri bátum er nú bara 1 velstjóri kannski af 10 manna áhöfn. Þannig að það finnst það vera meiri slagkraftur í þessu. Maður skrifin í hérna. Ég veit að VFM og Guðmundur hafa tekið gríðarlega ítarlega verðgreining og fylgst mikið með verðum og eins og Guðmundur fórnaði sér fyrir gula spjaldi hérna í Vestmannaeyjum og það er alveg rétt hjá þér að það sé yfirleitt kannski 1 til 3 velstjórar á borð og það var sem uppsjá og núna orðið bara 2 sko. Aðeins að koma að því sem að Þórbergur var að segja á hans sko, þetta var allt öðruvísi í gamla daga. Ég fer fyrst á loðnu 1981 og þá var voru skipin flest í eigu að hluta til eða jafnvel öllu leyti skipstjórana sjálfra og menn byrjuðu alltaf á því svona þegar voru að klára að fylla að hringja í land og vita hvað menn borguðu fyrir aflann og við fengum hærra borgað ef við þurftum að sigla lengra og engin tengsl við bræðslunar. Eftir að kvótakerfi kemur að þá svona smá saman sölsast þetta undir útgerðina sjálfa, hún á þetta alveg frá A til Ö og alveg frá því að veiða fiskinn og þangað til hann seldur út úr búð í útlöndum. Ég veit að það er einhverjar útgerðir sem eru komna með það þannig að þær eiga sem sagt aflaheimildirnar ná í fiskinn, vinnan, selja hann út, eiga í fyrirtækinu úti sem að kaupi fiskinn og eiga í búðinni sem að selja hann. Þeir komnir inn í smásöluna. Þannig að þetta allt komið á sömu hendi og allir borð eru komnir frá eignarmyndun í þessu. Og það sko öllum sama hvernig við farin með þetta og sko það sem að mér fannst eiginlega þurfa að koma aðeins pólitíkin inn í þetta að þeir þyrftu að fara að svara fyrir sínar gjörðir í þessu og eins og við vorum að benda á í vetur að það var búin til skýrsla fyrir bara 4 árum þar sem að Hagstofa Íslands, Seðlabankinn, ríkisskattstjóri, skattrannsóknarstjóri kom að þessari skýrslu og þetta var búið til fyrir fjármálaráðuneytið. Og þeir segja í þessari skýrslu að útflutningsverð sjávarafurða sé sirka 8,3% lægra frá Íslandi en innflutningsverð þegar fiskurinn kominn á leiðarenda, sem þýðir þá bara hækkun í hafi. Og ef við tökum bara þessa hækkun og útflutningsverðmæti frá 2018, þá þýðir þetta 19,9 milljarðar sem hefðu átt fyrsta lagi að koma til skipta og þar hefði myndast einhver skattstofn á sjómennina, svo hefði sko hafnarsjóðirnir átt að fá gjöld af þessu og bæjarsjóðirnir útsvarið og svo fer þessi peningur inn í íslenskt hagkerfi. Það er búið að benda sko fjármálaráðherra á þetta í gegnum stofnanir eins og Hagstofuna, Seðlabanka, ríkisskattstjóra og þeir virðast ekkert geta gert í þessu. En eru ekki áhuga á því? En það er nefnilega spurningin, er það kannski málið? Það eru kosningar fljótlega.
Já, herðu, 1980 þá, eins og þú lýstir þessu, þá var bara allt öðruvísi umhverfi í sjávarútvegi. Það var bara allt öðruvísi tegund fyrirtækja, allt öðruvísi tengsl áhafnarina við eigandann sem ofta bara skipstjórinn sem var borð og þetta bara umturnast og stóru fyrirtækin þau eiga alla keðjuna eins og þú lýstir það getur mögulega átt hlut í búðinni í útlöndum. Ekki möguleika, ég veit að það er dæmið það. Ok, hinum megin erum við með sjómannafélögin sem eiga að gæta hagsmuna sjómanna og það er búið að andstæðingurinn, hann er orðinn allt annar en hann var, bara óþekkjanlegt fyrirbrigði. En sjómannafélögin er nákvæmlega eins. Þau eru nákvæmlega eins. Það meikar ekki sens. Þau bregðist ekki við breyttum heimi, heldur láta þau alltaf eins og sé bara 1980 eða 1970 þegar þú og Þórbergur voru ungir menn á sjó. Það er aðeins já, og þú að fæðast. Það er aðeins breyst eitthvað síðan. Það er að segja að VFM, félag vélstjóra og málmtæknimanna, það er komið í eitt félag fyrir þó nokkuð síðan. Var fyrst vélstjóra félag Íslands en svo sameinistu járninnamönnum og heitum síðan VFM, félag vélstjóra og málmtæknimanna. Skipstjórnarmennir, þeir eru komnir í eitt félag núna. Það er búið að taka mjög langan tíma. En hásettafélögin eru mjög... Þau tvístrast fyrir það. Þau bara tvístrast. Mjög skipt og uppbyggingin á svona sambandi eins og sjómannasambandi Íslands er þannig að þeir eru málsvarinn og þeir eru í hagsmunagæslunni en samband má ekki dreifa öllu út til félag. Það er einhverjar reglur það sko. Þannig að þeir væru miklu sterkari í einu félagi. Og þá, ég veit ekki hvort það snýst smákónga eða hvað sko, því að ef þetta snýst smákónga, þá eru vitlausir menn við sem sitja þar sem formenn, því að þetta á fyrst og fremst að snúast hag sjómanna. Klárlega, en ég held að þetta sé tvíþætt. Þetta er annars vegar þessi gamli kúltúr í þessum, gamla hefð í þessum smákónga og svo reyndar líka að búa út á landi og vera í sínu verkalýðsfélagi út á landi með sjómönnum úr plássinu og öllu því. Og persónulega finnst mér að það eigi ennþá aðeins að geta verið, bæði þú veist eins og ég veit bara Sauðárkróki, Siglufirði, Húsavík og svo framvegis. Þannig að ég held að sjómannasambandið þurfa alltaf einhvern veginn að vera til staðar en enn og aftur þá og akkurat þetta sem þú ert að segja Guðmundur Helgi með þessa skýrslu og Verðlagsstofan og svo erum við náttúrulega líka með annað sem sko fast inn í kjarasamningum okkar sem klárt skattalagabrot og kom í umsögn með auðlindagjaldinu síðast bara frá ríkisskattstjóra þessa blessuðu milliverðlagningu. Og það að það sé greitt 80% af verðlagsstofuverði til þeirra ef útgerð og vinnsla á sömu hendi. Þetta ólöglegt samkvæmt skattyfirvöldum. Ef heildsali myndi gera þetta eða verslun eða einhver önnur grein, þá myndi ríkisskattstjóri eða yfirskattanefnd bara, ég ætla að endur ákvæða á því, þú veist, rétt verður 100 en ekki 80. Og þú borgar skatt af því og þú skalt borga samkvæmt því. En það er þetta stendur í kjarasamningum okkar, það kemur álit frá ríkisskattstjóra að þeir hafi áhyggjur af þessu við útreikning á auðlindagjaldi, þú veist, þetta hefur áhrif þar líka, og svo eins og Guðmundur Helgi var að segja á hann, þetta röng verðlagning og þessi mismunur, bara þessi 20 milljarðar, tökum bara sjómennir yfirleitt í hæsta skattþrepi, tökum bara 40% pluss tryggingagjald, 50%. Þetta eru 10 milljarðar á ári sem eru bara svona beint fyrir framan nefið á okkur. Algjörlega. Og svo er alltaf verið að tala við höfum ekki, og svo nú síðast hvað var ekki, ferðamálaráðherra þarna daginn bara, já við verðum að fara að skera niður og draga saman og eitthvað svona, við höfum ekki efni á þessu og hinu. Við höfum bara efni á öllu og þetta þarf að vera rétt gefið. Það þarf að vera rétt gert upp. Það sem ég hugsa þegar ég hlusta á okkur svolítið svona, þetta stríð, sko, stéttastríð eða stéttaátök, ráði hvað þið notið sterk orð. Öðru megin hefur orðið breyting og þar mæta menn á vígvöllin bara með skriðdreka. Svo koma sjómenninni bara áfram á hestunum með lensurnar og ætla að vinna þetta. Og auðvitað staða svo að útgerðin bara kemst upp með hvað sem eins og dæmi sem þeir eru að taka núna. Þeir eru að vera dæmi að útgerðin kemst eiginlega upp með hvað sem Já, en það sem ég líka að benda á, að þú veist, við erum búin að sjá breytingar á síðustu árum innan Alþýðusambandsins
til hins betra. Ég var að hlusta á okkur í gær og var að hlusta á, og þá með afbrigðum út úr þessari búsáhaldabyltingu, það kemur þarna fólk sem að vill raunverulega vinna að hagsmunum félagsmanna sinna og sýnir það svart og hvítu í verki. Og eins og Ingi Þór var að benda á áðan, Aðalsteinn og fleiri, að ég vil sjá Alþýðusambandið rísa upp á afturlappirnar með þessum sjómönnum. Þeir eiga þarna hellingsfélagsmenn, þeir eiga eitthvað, það er einhverja örfáður þarna fyrir utan, en þá vil ég Alþýðusambandið sýna okkur og hinum þeim sem standa fyrir utan, það borgar sig að vera þarna inni. Af því að það eru svo ofboðslega miklir heildarhagsmunir í húfi fyrir samfélagið og innviði samfélagsins að ef þetta er rétt gert. Ná, ég spyrja strákana sem eru á sjó ennþá, Aðalsteinn, hver þín svona upplifun á svona styrkleikamuninum á milli sjómanna og útgerðarinnar í þessu auðvitað átök? Þú sér það bara þarna að hún að gera hlut sem er bara kolólöglegur. Og það er látið eins og hún getur komist upp með það. Og það er bara söguleg tíðindi þegar hún gerir það ekki. Sem að auðvitað er að borga okkur mismunni. Þannig að allar reglurnar eru á móti ykkur, svona meira og meira móti ykkur. Hvort sem eru á móti það með, hvort sem eru á móti það með, það virðist ekki skipta neinu máli. Þið getið skrifað, reglurnar eru á plagg og ætlaði að fara eftir þeim, en það er ekki gert bara, ekki þannig að njóta réttlætis. Reglurnar voru ekkert á móti þeim þarna. Þeir vildu bara að fara að reglum, það er að einfalda í þessu. Það er bara að fara að kjarasamninga. Reglunar eru frekar ósakjarnar, en síðan er það þannig hvernig fara eftir reglunum gera þær ennþá vitlausari, stöðu sjómanna ennþá verið. Ingi Þór, hvernig svona styrkleika hlutum? Ef þú væri eftir þetta verið kappleikur og þú ættir að veðja á hver myndi vinna, hver eru líkurnar? Þetta er svo fyndið, þegar stærri kallar eru spurður út í þetta, þá spáður bara í veðrinu og lítur til himins En menn verða átt að segja því, þetta er kannski ekki fyrsta samstæða sjómanna. En hingað til þegar menn hafa náð svona að slípa sig saman, þá hefur ríkið bara gripið inn og sett lög. Þannig að fyrir þennan bardaga núna, þótt að náttúrulega ríkið myndi aldrei grípa inn í þennan, þá vorum við nokkuð sigurvissir. En við náttúrulega gátum ekki alveg gert okkur grein fyrir hver afleiðingarnar þessum bardaga yrði. Við sem myndum vinna með samninginn, við fengum það borga, við viljum bara þá fá að halda áfram að veiða á þessu samninga, það er ekkert úr miklu á móða. Auðvitað erum við að díla við ofurefli sem getur bara lagt skipun og beðið þá til að við erum þreyttir. En eins og ég sé orðin að bardaga núna, þá snýst þetta svo bara miklu meira nokkur rækjutitt á bergi. Ég ætla bara að vona að menn geta bara pússa sig saman núna og átta sig á því að menn verða alltaf að segja nei við óréttlæti. Og bara eins og vorum að tala áðan kjaramál við útgerðina, ég skil bara ekki af hverju eitthvað multimilljarða fyrirtæki þarf að sækja sér kjarabót til sjómanna. Af hverju þeir alltaf að negla einhverjum svakalegum kröfum á okkur í samningum? Þeir eru að fá milljarða útborga, af hverju þarftu að láta okkur borga fyrir vettlingafari? Af hverju er það eitthvað deilumál? Af hverju er eitthvað deilumál að við fáum að frítt að borða þegar við mætum í vinnuna að búa til þessa milljarða fyrir? Það verður aðeins að fara átt að sjá því að sjómenn eru þeir sem byggðu landið að meira hluta til og það má fara að sýna okkur smá meiri virðingu. Bæði frá útgerðarmönnum, frá stjórnvöldum og bara með stéttarfélögum og kollegum að vera með okkur í liði. Ég spurði áðan svona bakka sem þú fengið frá svona skipulagðri verkefniseyfingu, hvað hefur heyrt svona frá almennum sjómönnum svona hérna og það? Þeir eru allir rosalega sáttir með okkur og allt það, en ég bjóst ekki til því að allir myndu hoppa í bátana með okkur bara strax og menn þurfa svolítið að melta þetta og taka sem tíma, en við verðum með ykkur þegar við komum klárist á það, það er bara þannig. Og vonandi gerum við þetta bara saman og förum alla leið með þetta. Það er líka kannski rétt að taka fram að þegar þetta kemur og þá ég fæ hellinga skilaboðum þegar þetta kemur í fjölmiðlum eða þegar Ingi Þór setur hérna status út, við náttúrulega vinnur á Facebook og mikið samvinnu af vinum. Það var svolítið áhugavert að sjá að ég veit ekki hversu gróf ég á að vera þegar ég segi þetta núna. En ég gat alveg greint það að ég fekk persónuleg skilaboð það hvað þetta eru flott hjá þeim. Á sama tíma sagði að þeir aðalast gátt ekki sett like eða hjarta eða eitthvað eða komment á þessa statusa
einfallega vegna þess að þeir þorðu það ekki. Þeir sögðu það ekki, en ég veit alveg hvernig það og ég get alveg greint þetta milli landshluta, útgerða og ef að því að skipta. Og það það sem sorglegt í þessu, að þú getur ekki tjáð þig, sko. Að það sé raunverulega einhver með 1,5 milljón á mánuði upp á skrifstofu sem að vakta það hvað þú segir á Facebook og hvað þú lækar og hvað þú gerir ekki, sko. Ég veit alveg hvað þeir eru. Aðeins að fá að koma að, sko, að því að við erum að tala hvers konar ofurefli við erum að berjast við. Og við erum með lög og reglur í þessu landi og við erum að reyna að fara eftir þeim svona í flestum tilfellum. En ef ég held áfram að vitna í þessar skýrslu sem með mjög hjartfólkin, af því að mér finnst eins og að það vil enginn tala hana, að þá kemur einnig fram í henni að til skamms tíma áttu mörg sjávarútvegsfyrirtæki, dótturfyrirtæki og Kýpur. Og það var talið að þeir væru að nýta það til þess að milliverðleggja afurðir. En ríkið, það gerir ekkert í þessu. Svo að fara á stað með einhvern mismun á einhverju karfaverði hjá Samherja og Seðlabanki nýtti allar það græjur sem hann taldi sig geta lögfræðilega séð. Og þeir fundu ekkert og enduðu með því að þurfa að borga Þorsteini 300 milljónir í skaðabætur fyrir að hafa verið að ásaka þetta og trufla hann í bókhaldinu. Þannig að, sko... Þeir fundu alveg hluti, þeir bara stóðu ekki rétt að umgjörn á málinu. Annars hefði hann verið dæmdur fyrir ýmislegt, sko. Og það sem eina sem þeir fundu var að það var feill í lagasetningu sem að hann slapp við eitthvað hluta út á því. Þetta ekki dæmigert svo kallað formgallamál. En þá það góð spurning sem ég langar að velta upp, Guðmundur. Já. Ok, hvað getur þú gert? Þú ert formaður í verkalýðsfélagi, þú ert undir heildarsamtökum, þessi skýrsla þarna. Og ég veit alveg að þú hefur öskrað, eins og maður getur orðað þannig, bæði í fjölmiðlum og með því að skrifa og allt þetta. En hvað, þurfum við að fórna einu sjómanni til þess að fara í leiðréttingu á launum 7 ára aftur í tímann af því að þessi skýrsla segir okkur að þetta sé vitlaust? Hvað erum við að tala að þurfa að gera? Og bara svo ég segi, hvað hægt að gera? Og það sem fyrst þarf að gera er að vekja löggjafann það sé verið að brjóta þessar reglur og við verðum að gera eitthvað. Þurfum þið ekki í verkalýðshreyfinguna að ná meiri samstöðu? Þú ert eiginlega að lýsa, ég kann ekki alveg reikna þetta líklega svona yfir 5 milljarðar undanskot frá launum sem út að tala. Nei, hann sagði 19,9 milljarðar sem færu til skipta, sjómenn frá 70% af því. Já. 70% fer til skipta og svo, einmitt viðra. Ég gíska að það er 5, þegar mála 4,5 eða 5 álur. Já, en þú veist, 19 milljarðarnir alltaf skattstofnin, þú áttu á því, þetta alltaf tekið skattstofnin. Ég bara að hugsa verkalýðshreyfinguna sem á að passa það að fólk fái útborgað rétt. Já, akkurat. Þú veist, þetta snúa þeim vinkla á þetta til þess að fara þangað? Og svo erum við að skoða líka, það bara rosalega mikil vinna á bakvið svona og við erum að skoða frystitogarna og þar fá þeir borgað 1000 kall fyrir flaggið þegar búið að frysta þegar það fer frá borði. Það selt á 2600 út í Englandi, Svo þegar þú fer að rekja álagninguna í smásöluverslunni og kostnaði með að flytja út og eitthvað svoleiðis, þá vantar 1000 kall. Hann einhvers staðar þarna á leiðinni frá Immingham upp í verslun, Borga sjómenn umbúðirnar og flutningin á þessu, inn í einhverjum gjöldum. Við erum með umbúðirnar og flutningin og það, En það vantar 1000 kall. Og það er eitthvað millifyrirtæki sem taka það. Og hverjir eiga þessi millifyrirtæki? Þegar þeir eru farnir að viðurkenna það sjálfur að þeir eigi fyrirtækin úti sem að kaupa fiskinn að þeim hérna heima. Eru þeir að búa til þennan 1000 kall fyrir sig erlendis eða er þjóðarbúið að verða allt af þessu? Af hverju eru bara þessi örfáu sjómenn að berjast í þessu? Hvað eru við mörg? 10.000 manns? Og þú sagðir að af hverju gera ASÍ ekkert? Félag skipstjórnarmanna er ekki ASÍ. Sjómannafélag Íslands er ekki ASÍ. Ég veit það. Sjómanna- og verkalýðsfélagi Grindavík er ekki ASÍ. Þannig að þetta er ekki nema kannski 2000 manns af 110.000 manna þyrpingunni í ASÍ. Þannig að rödd okkar er ekkert mjög sterk þar heldur.
Já, en þú veist, það eru eiginlega meiri hagsmunir fyrir Alþýðusamband Íslands eða að félagsmenn Alþýðusambands Íslands að sjómenn fái rétt greitt heldur en fyrir sjómennina þessa 2000 sjálfa, skilurðu. Það er það sem ég er að reyna að koma til skila. Þú veist, það er þú veist, ef þú ætlar að taka hana fjölda fyrir þessar 108.000 sem eftir eru, það eru meiri hagsmunir í innviðum samfélagsins að þetta sé rétt gert heldur en þessi 2000. Sjálfsögðu, það skiptir okkur öll. Já, það er það sem ég er að reyna að segja, þú veist, þetta er svo, og svo aftur þetta, þú veist, sjómenn eru með svo góð laun og allt þetta, svo ég ætla bara að segja það enn og aftur, og eins og strákarnir eru að segja þarna, það eru hæðir og lægðir í þessu, og þú tekur það á þig, þú veist, í landi, úr bundið bryggju, úr í brælu, úr í skít, úr á tryggingu, úr ekki í neinu, þú veist, stundum fáum við marga peninga, þú veist, fyrir vinnuna, þetta er ekki miklu peningar, og tímakaupið er stundum drullu skýrt, sko, þó við fáum marga peninga útborgað. Við Þórbergur þekkjum það ágætlega, sko. Hann byrjaði þarna 71, ég byrjaði 75, maður er búinn að ganga í gegnum loðnurhrun og alls konar dæmi í þessu, maður er búinn að lenda í því að vera á tryggingu heilu vertíðirnar og upp í það að hafa bara mjög góð laun sumavertíð. Þannig að ég veit allt um það, en það sem er bara sinnuleysi og viljaleysi í kringum þetta og þessi löggjöf sem við höfum kvótamálin, það er orðið þannig að ef við breytum þessu ekki mjög fljótlega, mjög drastískt, að þá lendum við í því að þurfa að borga þessum útgerðarmönnum stóra skaðabætur fyrir að taka þeim kvótann. Það er ekki spurt lengur, sko, hvað stendur í 1. grein laganna, að þetta er þjóðareign. Ef þeir fara með þetta fyrir mannréttindadómstól, þá eru spurt, sko, hvernig hafið þið farið með þetta? Við höfum leyft þeim að selja þetta, leigja þetta, veðsetja þetta, deilum þetta í hjónaskilnaðum, erfðamálum, eins og allar aðrar eignir, og við erum búin að gera það í 20 og eitthvað ár og þetta er orðið hefð og þeir þurfum að borga þeim skaðabætur til að komast út úr þessu. Þess vegna er mjög brýnt að við förum á stað með þetta. Já, ég styð það, en Þórbergur, hérna er lýst svona samfélagi þar sem að hérna er bent á svik stórfyrirtækjanna og það er ekkert gert í því. Hérna hefur líka talað brot gagnvart launafólki og sjómönnum og það er ekkert gert í því og við erum að tala um ríkið. Og maður verður því fyrir sig, sko, í hvaða ríki búum við? Sko? Búum við í ríki Samherja eða búum við í lýðræðisríki þar sem allir eru jafnir? Er ekki, eins og þið eru að lýsa þessu, þá er verið að draga upp, sko, mynd af samfélagi sem er alvarlega brengð. Já, sko, ég heyri það bara á þessu samtali hvað ástandið hefur versnað roðalega frá því að ég yfirgaf þetta svæði. Þetta er rauninni, sko, ekki alveg rétt hjá Guðmundi, þetta sé út af sinnuleysi. Þetta er viljandi orðið svona. Það er augljóslega mjög sterkur vilji ákveðina aðila að beina þessu í þennan farveg. Þegar ég byrjaði til dæmis til sjós og fyrstu árin sem voru svona verkfallskerur, þá voru alvöru samningaviðræður, þá voru alvöru verkföll og það var mikil alvara í mjög stórum hópi, það var mikil samstæða, þetta var náttúrulega fjölmennari hópur, sko. Núna er þetta orðið þannig að útgerðarmenn, þeir bara skríða undir rúm hjá stjórnvöldum og fela sig þar og stjórnvöld stíga fram, þetta er bara hreinlega lög og þetta er orðið stórfellt vandamál fyrir sjómannastéttina og þjóðinni allir til mikils vansa hvernig þetta er orðið, það skuli ekki vera þetta semja almennilega, það skuli alltaf beitt einhverjum lögum eða stjórnvaldsaðgerðum. Útgerðarmenn fara bara upp í ráðuneyti og heimta það að hlutirnir séu svona og ekkert öðruvísi. Það er bara samþykkt og sett lög um það. Svona er þetta með olíusjóðinn og svona er þetta með alla þessa hluti. En eitt í viðbót, sko, hvað er verðlagsársverð? Á hverju erum við að tala um þetta núna 2020? Á hverju erum við ekki bara með fiskinn á uppboðsmarkaði þar sem fæst bara eðlilegt verð fyrir samkeppnisverð. Ég var á fyrsta skipinu sem landaði á ferskfiskmarkaði, það var 1986 eða 7, á fiskmarkað Hafnarfjarðar.
þetta var náttúrulega engin spurning að útgerðarmaðurinn tók bara þá ákvörðun að farmurinn færi upp á markað og það var haft eftir honum að hann hefði sem sagt tekið þá ákvörðun, eitthvað kringu 200 tonn voru sett bara beint á markaðinn. Hann fór sjálfur á markaðinn og keypti hráefni þar til að vinna í sinni vinnslu þann daginn og daginn eftir keypti hann bara fisk úr sínu skipi á markaði eins og allir hinnir. En hann staðhæfði það að hann hefði ekki tapað á því að fara í þann slag að kaupa á markaði því hann hefði fengið miklu betra hráefni sem sagt reglulega heldur en að vera að fara að vinna fisk úr sínu eigin skipi næstu 12 daga. Þetta er náttúrulega segir svo sko ljóslega þá sögu hvernig þetta var þá. Í dag þetta er orðið allt öðruvísi þar sem að skipin er að landa eftir miklu færri daga en að sjálfsögðu á allur ferskur fiskur sem landað er að fara á uppboðsmarkað. Hann á ekki að vera háður einhverju verðlagsráðsverði, hann á bara að vera háður frjálsum markaðsverði, ekki nokkur einasta spurning. Þetta er orðið svo einhvern veginn svo súrt einhvern veginn í dag, maður skilur ekki alveg að einhver skuli bara reynilega nennast í þessu rugli. Þetta er bara mannskemmandi. Já, mér langar að við erum búin að mjög áhugavert samtal og augljóslega erum við að ræða mál sem eru gríðarlega mikilvæg og allt og lítið rætt um. Gríðarlegar upphæðir sem eru í að tala mikið valdaójafnvægi í samfélaginu, hraðar breytingar á ekki bara kjörum sjómanna heldur bara sjávarútvegurinn í heild sem að kannski verkalýðshreyfingin og þeir sem eiga að gæta hagsmuna launafólks ná ekki að elta. Langar bara aðeins að enda á ykkur sem eru í stríðinu, Aðalsteinn, hvað er framundan hjá þér? Þú varst að tala um það að líklega myndi enda með því að þið myndu brattast borð aftur á þess að þetta myndi skila miklu árangri. Já, það er mín spá með það sem ég sé. Sjálfur er ég frekar þrjóskur að eðlisfari, þannig að ég er nú að hamast með Inga. Það er líka flott að hafa menn eins og Inga með sér í þessu, því að hann sé bara það sem er rétt og okkur finnst. Varðandi verðin þá reynum við bara að halda 0% lækkun væntanlega, sko, því að það virðist vera samkvæmt verðlagsstöðu og fleirum það sem á rétt á sér. Og vonandi bara endar það þannig þá. Að það verði 0% lækkun frá því fyrra, því að þetta er það eina sem er rétt í stöðinni. Ingi Þór, hvað mun gerast hjá ykkur og mun þetta hafa afleiðingar kannski fyrir kjarabaráttu sjómanna í framtíðinni? Já, ég ætla bara að vona að þetta mál, eins og hef sagt, verði sameiningartákn fyrir sjómenn og verði til þess að menn fóru að tala, alveg sama frá hvaða landshluta þeir eru. Með þennan bardaga, við fylgjum þessu eftir og sjáum bara hvort við sættum okkur við útkomuna. Og því að okkur er frjálst að gera hvað sem við viljum í þessu lífi. Við þurfum ekkert að sitja undir þessu frekar en við viljum. Og ég horfi bara bjartsýnt fram á veginn og vona að þetta leysist vel. Takk fyrir það og gangi ykkur vel. Við látum þetta gott heita í dag. Ég þakka ykkur kærlega fyrir. 2 skipsverjar á Berglín, Ingi Þór Hafdísarson og Aðalsteinn Pálsson, Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður VFM, Heiðveig María Einarsdóttir sem hefur reynt að komast að í forystu sjómanna en ekki tengist enn, en það er langur tími eftir enn í þeirri baráttu. Og svo Þorbergur Torfason, fyrirverandi sjómaður. Takk fyrir kærlega fyrir spjallið. Hlustendur þakka fyrir að fylgjast með. Við munum örugglega ræða mál sjómanna einhvern tímann aftur, mér finnst þetta það skemmtilegt að ég held ég kalli aftur á ykkur og kannski fleiri sjómenn og ræði þessi mál. Á morgun ætlum við að horfa á Íslandssöguna og söguskilning inn í hvaða sögu við erum að lifa, hvort við séum að lifa inn í sögu öryrkjanna og hinna kúguðu eða hvort að við séum að lifa inn í sögu höfðingjanna og sem í dag væri kannski Samherji og félagar. En ég hveti ykkur til þess að leggja veirun á morgun, það er á sama tíma klukkan 8. En takk fyrir ykkur. Takk fyrir. Takk fyrir.